Já, klíkukapítalismi, það furðu fyrirbæri sem að stunda víða heim og eiginlega skipulögð glæpastarfsemi í laumubúning. Klíkukapítalismi snýst það að stjórnmálamenn og fyrirtækja hagsmunir renna saman í eitt. Og þetta eitt það versta sem getur komið fyrir lönd og þjóðir af því þetta býður upp á eiginlega aðskilnaðarstefnu eins og var stunduð í Afríku eða þetta skiptir þjóðum í tvo hópa. Skiptir fólki upp í þá sem hafa mikið eða allt og staðisti hópurinn 99% hefur eiginlega ekki neitt, hefur næstu ekki til hnífs og skeiðar. Það snýst klíkukapítalismi. Klíkukapítalismi hefur verið stundaður á Íslandi að mikilli hörku undanfarin 20-30 ár og virðist ekkert lát vera á þeirri starfsemi. Til þess að klíkukapítalismi gangi upp þá þurfa nánast allar stjórn og embættismannastofnanir landsins að vera þáttakendur. Og það eins og ég segi, það eru stjórnmálamenn, embættismenn, dómskerfi, háskóli og eiginlega og endurskoðendur, lögfræðingastéttin, þessar stéttir og verkalýðshreyfingin, þessar stéttir eru sammála það að klíkukapítalismi sé góður fyrir þá. Og það má sjá þess skýr dæmi, til dæmis að Landssíminn, hann var seldur eða nánast gefinn til vildarvina stjórnvalda þess tíma. Og Landssíminn eru gríðarleg verðmæti, þar liggur allt grunnnetið. Allt grunnnet landsmanna, all fjarskipti landsmanna fari gegnum þetta fyrirtæki. Og þetta situr núna í höndum einkaaðila sem að raka inn arði og sem að þjóðin í raun á. Síðan mun allir bankarnir voru allir settir í einkavinavæðingu eða til vina á vandamanna. Fyrirtæki svo Kögun, Sementsverksmiðjan, öll þessi fyrirtæki voru gefin til vina stjórnmálamanna sem héldu utan þessi fyrirtæki fyrir þjóðina. Og það í raun engin munur á klíkukapítalisma og skipulagðri glæpastarfsemi. Þetta eru bæði auðgunarhringir, hringir sem snúast það að auðgast, þeir sem eru í samtökunum græði peninga og völd, og það nákvæmlega þannig sem það starfrækt á Íslandi. Það lagalega af því að þessi klíka hefur lagasetningavaldi líka, þá ofboðslega erfitt að brjóta þetta munstur upp. Og ég hef talað fyrir því að allt kerfið verði ákært fyrir skipulagða glæpastarfsemi. Og ég tel að það sé eina leiðin fyrir almenning, að því að í skipulagðri glæpastarfsemi þá allar eignir eða auðsöfnun sem að myndast við glæpastarfsemina upptækur, það engar fyrningar en eitt slíkt sem á við. Þannig að þjóðin getur náð rétti sínum í gegnum lög skipulagða glæpastarfsemi. Og því fyrr, því betra sem verður ráðist í það verkefni, þá getur þjóðin farið að fá sinn arð tilbaka. Og svo má náttúrulega ekki gleyma kvótakerfi. Kvótakerfi var afhent til mikilla vina stjórnmálamanna. Og það situr allt núna hjá einkaaðilum sem hafa fengið þetta með misjöfnum hætti.